Amen. Heyrðu, síðast þegar ég talaði, þá vorum við í Jóhannes 7. kafla og við ætlum að halda áfram í það sem við köllum á ensku expository preaching eða ritskýrandi predikun, sem þýðir það að við svona hægjum aðeins á okkur og við leyfum textanum að tala áður en ég tala. Þetta er ágætisregla, að leyfa textanum að tala áður en ég tala. Og við skildum sem sagt við Jesú í lok 7. kafla og andrúmsloftið var orðið svolítið þungt. Það voru margir farnir í burtu og margir höfðu móðgast. Skrítið að fólk móðgist í kirkjum. Við höfum aldrei séð það. Margir höfðu ákveðið að þetta væri allt og mikið, sko. Og Jesús hafði talað að hann var í brauð lífsins, hann hafði ekkert verið að mýkja út orðin og hann hafði ekki reynt að halda í fólkið. Og þegar rykið settist stendur Pétur eftir og segir, Herra, til hvers eigum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs. Þegar hann var búinn að segja orðið sem ég tala er andi og líf. Og þó að við höfum tekið smá pásu, þá tók Jesú enga pásu og spennan er enn til staðar og andstæðan er enn til staðar. Og þá komum við inn í 7. kafla. Og áður en við lesum textan langar mig aðeins að setja sviðið því að þarna er hann að fara á laufskalahátíð. Laufskalahátíðin er ein svona fagnaðarmesta hátíð sem að gyðingar halda. Hvað eru þeir að halda upp á eða minnast? Jú, þeir eru að minnast hvernig Guð varðveitti þá í eyðimörkinni eftir að hann tók þá út úr Egyptalandi. Og Jóhannes, hann stillir þessu svolítið upp því að í Jóhannes Guðspjalli þá talar Jesús 7 sinnum ég er. Brauð lífsins, ljós heimsins og svo þar fram til götunum. Og það eru svona 3 stólpar sem að, við erum svona að dvelja í kringum akkurat í þessum versum. Í Jóhannes 6 að þá er hann ég er brauðið og þá er það minnast manna sem kom frá himnum. Og hann er að segja sko, hei strákar, þetta var ég. Og síðan í 7. kaflanum, þá kemur seinna í kaflanum, við förum ekki í þau vers hér í dag, en þá er hann að tala að hvert sem fyrstir komi til mér. Hann er vatnið. Strákar, kletturinn sem var þarna, sem vatnið kom úr. Það var ég. Ég. Jesús. That's it. Hann var með, Biblían segir, í Kórinthubréfinu hann segir, Kristur var með þeim í eyðimörkinu og við alveg, býtu, fæddist hann ekki í Betli, býtu, halló, nákvæmlega. Og í 8. kaflanum, þá er hann ljós heimsins. En eins og ég sagði áðan, að þá þessi setning sem að Sibba sagði síðasta sunnudag, láttu Krist vera akkir í hjartaðins. Og ég er búinn að vera að hugsa þessa setningu alla vikuna. Og vegna þess að þegar akkeri losnar, eins og ég sagði, þá skipið sekkur ekki strax, það fyrir að reka hægt og næstum ómerkjanlega. Og Biblía talar að vera ekki skipbrota í trúsinni. Mér finnst ég stundum að næstu verið þar, það er lengri saga, en það sem sagt, og þegar ég satt með Jóhannes 7 og ég fór að velta þessu fyrir mér, er það ekki akkurat þetta sem að Jesús er að takast á við í þessum texta? Hvað gerist þegar menn missa akkerið? Hvað gerist þegar menn missa miðjuna? Og hvað gerist þegar menn fara að dæma eftir ásýnd eða eftir útliti heldur í stað sannleikans? Og svo gerist eitthvað dálítið fyndið í undirbúningnum. Sko ég hélt ég var að fara með textan í púltið, sko, alveg rosa guðfræðingur, búinn að vera í guðfræði 6 ár og alveg, nú ætla ég að segja ykkur hvernig þetta er hérna. Sko, en síðustu daga hefur við bara orðið svolítið ljóst að líklega textin sem er að fara með mig í pontuna. Mjög gott. Ég veit ekki hvort þið hafið upplifað þetta, en maður sest niður með ritninguna og hugsa sér, nú ætla ég sko að rannsaka textan og alveg finna alla tengingar og alla skugga og ímynd og alveg bara rosa flott, sko. Og svo kemur maður allt í einu á þeim stað að textinni byrjar að rannsaka mig.
Og ég verð að viðurkenna, ég hef hlegið dálítið sjálfur mér þessa vikuna. Vegna þess að ég hélt ég væri að fara að útskýra Jóhannes fyrir ykkur, sko. En á einhverju tímapunkti fór Jóhannes 7 sem sagt að útskýra mig. Og það er yfirleitt mjög gott merki. Og getur orðið hættulegt þegar prédikari er þannig, sko. Af því að það er raunveruleiki. En við skulum lesa textan. Við ætlum að vera sem sagt í Jóhannes 7:14 til 24. Og ég tók hérna gömlu góðu biblíuna með mér. Það er langt síðan, maður er alltaf með hérna svæp hérna og allt þetta. Hérna er einn gömul predikun, sko. Heyrðu, hann byrjar og segir, 14. vers, hátíðin var þegar hálfnuð, fór Jesús upp í helgidóminn og tók að kenna. Og gyðingar urðu forviða og sögðu, hvernig hefur þessi maður orðið lærður og hefur þó ekki fræðslu notið? Og Jesús svaraði þeim, kenning mín er ekki mín, heldur hans sem sendi mig. Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Sá sem talar af sjálfum sér leitar eigin heiðurs, en sá sem leitar heiður þess sem sendi hann er sannorður og í honum er ekkert ranglæti. Það fyrsta sem að vakti athygli mína var að fólki var hissa. Og ég skrifaði í glósurnar mínar hissa. Þetta er svolítið fyndið, ég er hérna með smá glósu hérna. Á ég að segja ykkur hvað, já, segðum bara ég sé upptekinn. Já, akkurat. Hérna, á ég að lesa fyrir þig hvað ég skrifaði hérna? Já, komdu með. Psst, textinn hvíslar, Hilmar, þú þarft ekki að sýna fólki allar tengingarnar sem þú sérð. Þú þarft fyrst að sýna þeim það sem ég segi. Textinn þarf ekki fleiri verjendur sem tala fyrir hann. Hann þarf fleiri þjóna sem hlusta á hann. Nákvæmlega. Þetta var ég og Heila á randi. Þetta var heila. Svona, psst, hint, ok. Heyrðu, það er þetta, þeir eru hissa, þeir skilja ekkert hvað er að gerast. Þeir horfa á Jesú, þeir hlusta á hann, kenna og þeir spyrja, hvaðan kemur þessi maður með þennan lærdóm? Og þetta bara gengur ekki upp í þeirra huga. Hann kemur ekki úr þeirra skóla, hann kemur ekki úr þeirra kerfi og hann hefur farið þá leið sem þeir telja ekki eðlilega og samt stendur þarna og talar með valdi á miðri laufskala hátíðinni og munið með þess að áður bræðurna sem voru búin að segja við hann, við vorum að fara að láta bera á þér ef þú ætlar að vera svona frægur og eitthvað og hann segir bara minn tími er ekki kominn, svo segir í textanum og bræður hans trúðu ekki á hann. Það er Jakob sem skrifaði Jakobsbréfið til dæmis, Júdas sem skrifaði Júdasarbréfið, allir í biblíunni, það gerðist eitthvað. Heyrðu, nema það að og hér kemur setning sem stoppaði mig svolítið alla vikuna. Mín kenning er ekki mín, heldur hann sem sendi mig. Og ástæðan fyrir ég stöldraði við þessa setningu er vegna þess að ef einhver hefði rétt í mannkynssögunni að vera hetja sögunar, ef einhver hefði rétt á að segja hlustið á mig, þá var það Jesú. Ef einhver er rétt á að byggja eigið orðspor, bara eigið brand, þá var það Jesú. En hlusta á hvað hann gerir. Hann bendir frá sjálfum sér til föðurins. Mín kenning er ekki mín. Og ég held að ég hafi fyrst byrjað að skilja þetta þegar ég er hægt að hugsa kennsluna og fór að horfa á hjartað. Sem sagt, hvað segir þetta okkur hjarta sonarins? Hann er ekki að safna athyglina að sér.
Ég man hvað ég hafi stundum ágjörðu. Predikaði ég nógu flott. Þetta er svo satt. Svo satt. Gunnar, þú átt ekkert að ágjöra því. Hann semst leiðir þá til föðurins. Og kannski það eina ástæðan fyrir því að þessi texti fór að rannsaka mig. Og vegna þess að ég áttaði mig á því að mér fannst oft gaman að fólk taki eftir tengingunum sem ég sé í Biblíunni, hvað ég veit mikið, hvað ég er guðfræðingur. Og við festust í þessu að búa til alls konar, og þetta verða oft meiri góðsagnir, svona mythology, og við glepjumst á þessu stundum. En svo stendur Jesús hér, eins og segir, mín kenning er í mín, og allt í einu verður maður svolítið hljóður, vegna þess að maður sér eitthvað af hjarta Krists, ekki bara orð hans, heldur hjarta hans. Og síðan segir hann, sem við erum mjög mikilvægt, 17. versið, ef einhver vill gjöra vilja hans mun hann komast að raunum hvort kenningin sé, gleymdi að setja tímann í gang maður, heyrðu, við komast að raunum hvort kenningin sé frá Guði eða ég tala af sjálfu mér. Og takið eftir röðinni. Jesús segir ekki að skilja fyrst og hlýða síðan, hann segir, það er ekki röðin, viljinn kemur fyrst, síðan kemur skilningurinn. Og við sjáum þetta í raun og veru í lok 7. kaflans hjá Pétri, þegar eftir hann er búinn að segja hvert þau að fara, að þá segir hann, hann segir ekki, ég skil allt, og hann gat ekki útskýrt allt, en hann vissi hvert átti hann að fara. Hann vissi hvar lífið var. Hann vissi allavega það. Og svo bætir hann, þegar hann segir þessa setningu, og 69. vers í 7. kaflanum, og við trúum og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Takk eftir röðinni þessi, við vitum. Þess vegna trúum við. Það var öfuröð. Hann sagði ekki, við trúum og vitum. Og hvaða máli skipti þetta? Hjartað fyrst, svo skilningurinn. Og þegar við komum að versi 18, að sá sem talar að sjálfum sér, leitar síns eigin heiðus, en sá sem að leitar heiðu þess sem sendi hann er sannur. Þarna er Jesús ekki bara að tala um sjálfum að sig, hann er að afhjúpa eitthvað sem býr í okkur öllum. Við leitum öll einhvers konar heiðus, einhver sem segir við okkur, þú ert nóg. Þú ert elskaður, þú hefur svo mikið verðmæti. En Jesús segir, sá sem leitar heiður þess sem sendi hann er sannur. Og mér finnst eins og allur þessi fyrsti hluti textana snúist um eina spurningu, hvers heiðurs er ég að leita? Míns eigin eða hans? Og þegar við sjáum þegar góðsögn vex, og fólk sækir sér oft yfirvald með því að segja einhverjar svaka sýn eða drauma eða þess að. Ekki fyrir það, það er alveg hluti af kristilegu lífi, en það er ofta að sækja sér yfirvald í þetta. Af því að þú getur ekki sannreynt neitt að þessu, þú bara treystið að manneskja segja sér satt, og stundum er það svolítið svona wobbly, og þar sem að góðsögnin vex, þar þynnist auðmýktin. Þetta er nefnilega svolítið gott. Og þegar maður situr með þessari spurningi smá stund, hvers heiðurs ég er að leita, þá byrjar maður að skilja hversuna Jesús er svona ólíkur öllum öðrum. Skulum við lesa vers 19-23. Þá segir hann, gaf Móse yður ekki lögmálið? Samt heldur enginn lögmálið. Hví sitið þér líf mitt? Og fólkið ansaði, þú ert haldinn illum anda. Hver situr líf þitt? Jesús svaraði þeim, eitt verk gjörði ég, og þeir undrist það allir. Móse gaf yður umskurðina, og hún er að vísu ekki frá Móse, heldur feðrunum, og þér umskýrið menn jafnvel á hvíldardegi. Fyrst maður er umskorinn á hvíldardegi,
til þess að lögmál Móse verði ekki brotið. Hví reiðist þér mér? Er ég gjöri manninn allan heilan á hvíldardegi? Þarna spenna. Hann að benda þeim á misræmið. Tónninn búinn að breytast. Í fyrri hlutunum vorum við að horfa á hjarta sonarins og núna byrja Jesús að afhjúpa hjarta andstæðingana. Og hann byrjar eiginlega með spurningu sem hlýtur að hafa verið óþægilega að heyra. Hefur Móse gefið ykkur lögmálið og enginn ykkar heldur lögmálið? Þetta svolítið sterk byrjun hjá honum. Vegna þess að fólkið sem stendur fyrir framan hann telur sig einmitt vera varmenn lögmálsins. Þeir eru sannfærður að þeir standi réttu megin. Þeir eru sannfærður að þeir sjái hlutina alveg kýrskýrt. Og samt segir Jesús, enginn ykkar heldur lögmálið. Og síðan kemur þessi furðulega setning, ég gjörði eitt verk og þér undrist. Þetta 21. versið. Hvaða verk þetta? Það í 5. kaflanum. Jesús, hann að tala lækninguna við Betseta, mannin sem var lamaður í 38 ár. Þetta hefur greinilega ekki gleymst, þeir eru enn að hugsa þetta, 2 köflum síðar. En það sem áhugavert að Jesús byrjar ekkert að verja sig. Hann byrjar að spyrja þá spurninga. Hann byrjar að afhjúpa þeirra hugsun. Hann segir í raun, bíðið aðeins strákar mínir. Þið umskýrðu á hvíldardegi og þeir vissu það var satt. Ef 8. dagur er fjall á hvíldardag, þá fór umskutun samt fram. Af hverju? Vegna þess að þeir skildu að stundum þarf að horfa á stærri myndina. Þeir skildu að tilgangur skipti máli. En svo segir Jesús, ef maður fær umskutun á hvíldardegi, hvers vegna reiðist þér mér þá fyrir að ég gjörði mannin alheilan á hvíldardegi? Sjáðu hvað Jesús segir að gera? Hann er snillingur. Snillingur. Hann er ekki að ráðast á lögmálið, ekki gera lítið úr lögmálinu, hann er að afhjúpa ósamræmið. Þið samþykkja að hluta líkamsins synd, en reiðist þegar heil manneskja er heil. Við sjáum þetta meikar ekki sens. Og þetta er það sem oft við getum fess í. Réttu pönsi, kannast þetta? Já, ég kannast þetta. Heyrðu, þeir samþykkja það sem að þjóna sáttmálanum en fordæma verk sem sýnir miskunn. En þeir sjá ekki mótsögnina. Þegar ég sat með þennan texta í vikunni fór ég að hugsa, hversu oft er ég sjálfur svona? Hversu oft er ég búinn að komast að niðurstöðu áður en ég skoða staðreyndirnar? Hversu oft er ég búinn að ákveða hver einhver er áður en ég hlusta á? Hversu oft er ég búinn að ákveða hvað Guð má gera og hvað hann má ekki gera? Vegna þess að það er það sem virðist vera gerast hér. Þeir hafa þegar ákveðið hver Jesús er. Þeir hafa þegar ákveðið að hann sé vandamálið. Og nú túlka þeir allt sem hann gerir út frá þeirri niðurstöðu. Og ég held að þarna sé Jesús að snerta eitthvað sem er enn jafn hættulegt í dag. Því þegar niðurstöðan kemur fyrst, verður allt annað túlkað út frá henni. Og ef ég hef ákveðið að einhver hafi rangt fyrir sér, þá mun ég lesa orð hans í því ljósi. Og ef ég hef þegar ákveðið að einhver er vandamálið, þá mun ég sjá vandamálið öllu sem hann gerir. Og áður við komum að næsta versi, held ég að Jesús sé að stoppa okkur þarna. Ekki til að við dæmum aðra, heldur til að við spyrjum okkur sjálf, hvaða niðurstöður hef ég þegar komist af? Hvaða gleru er ég með á nefinu? Hvar hef ég ákveðið málið áður en ég rannsakaði það? Eða ég þori ekki einu svona líta á sönnunargögnin. Vegna þess að áður en Jesús kennir okkur hvernig á að dæma rétt, þarf hann fyrst að afhjúpa hversu auðvelt er að dæma rangt. Lesum vers 24.
Dæmið ekki eftir útliti eða ásýnd, ég veist svo flott orð, ásýnd, það í Viðeyjar biblíunni, og heldur dæmið réttlátan dóm. Ég skal alveg viðurkenna, fyrst ég las þetta alveg, já, ég þekki þetta vers. Stutt, einfalt. Og það yfirleitt svolítið hættuleg hugsun. Þegar maður heldur að maður þekki textan, því stundu býður textin bara þolinmóður eftir að fá að tala aftur. Það er umlega magnað að sita með textan, sita með biblíuna. Og þegar ég satt með þessa vikuna og ég var að hugsa, sko, hvað er Jesús að gera hérna? Af því að hann segir ekki, takk eftir, hann segir ekki dæma. Það er ekki það sem stendur. Hann segir dæmið rétt. Righteous judgment. Ég fór að hlæja svolítið sjálfum mér aftur, vegna þess að ég áttaði með því að ég hafði eytt meiri tíma ævina að hugsa hvernig aðrir dæma en hvernig ég dæmi sjálfur. Já, ég veit ekki með ykkur og stundum ég algjör sérfræðingur í blindu hjá öðrum. Sé það mjög skýrt. Miklu skýrar en mína eigin blindu. Og svo kemur Jesú og eyðileggur alla þægilegu predikunina mína. Vegna þess að allt í einu snýst þetta ekki þá heldur mig. Ekki hjarta farisejans heldur mitt hjarta. Ekki hvernig aðrir dæma heldur hvernig ég dæmi. Vegna þess að þeir voru nýbúnir að dæma eftir þess sem þeir sáu á yfirborðinu. Þeir sáu mann sem læknaði á hvíldardegi, þeir sáu mann sem hafi verið bundinn í 30 ár, þeir sáu mann sem læknaði á hvíldardegi, Jesús sá mann sem hafi verið bundinn í 38 ár. Þeir sáu brot á hefð, Jesús sá miskunn. Þeir sáu vandamál, Jesús sá mann. Og þarna fór ég að hugsa að þetta sé kannski erfiðara vers en ég hélt að þetta væri uppafi þegar ég voru að undirbúa þessa predikun. Það er svo auðvelt að dæma eftir ásýnd. Fljótlegt, skilvirt, þægilegt, sé eitthvað, mynda með skoðun, málið afgreitt. En réttlátur dómur tekur lengri tíma. Hann hlustar, hann rannsakar, hann spyr spurninga. Hann reynir að skilja áður en hann kemst að niðurstöðu. Og þá fyrir ég að hugsa Nikodímus. Hann kemur fyrir hérna í 50. og fyrsta versinu í sama kafla. Þá segir hann stendur hérna upp og segir, dæmir lögmál vort mann áður en það hefur heyrt hann. Er þetta ekki merkilegt? Allir eru búin að komast að niðurstöðu, allir vita nákvæmlega hvað þeim finnst, allir eru samfærir og einn maður segir, býta þess. Eigum við ekki að heyra hann fyrst? Á ekki að hlusta á báða hliðar? Nei, bara ISB. Nei, ekki ISB. Nei, ég ætla ekki að fara þangað. Það sem ég meina, það er allt keyrt á slagorðum. Engin rannsókn, engin hugsun, engin raundæmi, ekkert. Það er bara Ok, hættulegt að fara þarna maður. Ég held að, já, það er reynda rétt, ég held að það sé eina fallegustu spurningum í öllu þessu kafla. Eigum við ekki að hlusta á mannin? Ekki vegna þess að Nikodímus sé kominn með öll svörin, heldur vegna þess að hann er tilbúinn að hægja á sér, tilbúinn að hlusta og rannsaka áður en hann dæmir. Og svo er það næstum eins og Jóhannes taki okkur svona í höndina og leið okkur inn í næsta kafla. Þar stendur hópur manna með steina í höndum. Þeir eru sannfærir, öryggir, sjá allt mjög skýrt, málið afgreitt, dómur fallið, konan er sek. En Jesús sér eitthvað sem þeir sjá ekki. Allt í einu verður sagan ekki bara synd konunnar, heldur hjörtu þeirra sem halda á steininu. Þannig vinnur Jesús. Hann byrjar ekki á steinunum, hann byrjar á hjartanu sem heldur á honum. Og þess vegna held ég að við missum af textanum ef við lesum hann eins og Jesús sé að segja, hættið að dæma. Því að seinna ef ég
fer einhvern veginn áfram með ykkur í 8. kaflan, þá kemur allt þetta ferli fyrir í þessari sögu. Af því að Nýja testamentið talar svona 4 aðra mismunandi dóma. Guð sem sér allt og þess aftar. Við höfum ekki tími í það núna. Þannig að Jesús er ekki að segja hætti að dæma, það er ekki það sem hann segir. Því að Jóhannes segir í 1. Jónasarbréfi 4:1, reynið andana, hvort þið séu frá Guði. Og Páll segir að við eigum að hafa dómgreind innan safnaðis. Eigið þið ekki að dæma þá sem fyrir innan eru, 1. Kor 5:12. Og sami Páll, þá segir hann, við lókar að lesa þetta vers, þetta er nefnilega svolítið flott. 1. Kor 11:31. 1. Kor 11:31, það er hérna, lesum þetta hérna, stendur hérna í Biblíunni. Ef við dæmum sjálfa oss, yrðum við ekki dæmdir. En fyrst Drottinn dæmir oss, þá er hann að aga oss til þess að við verðum ekki dæmdir sekir ásamt heiminum. Og þetta kemur svolítið inn á það sem að Biblían kennir okkur ávöxt andans, sem endar á hverju? Sjálfstjórn. Þetta er ekki, þetta vers fjallar ekki dómaleysi, þetta er dómgreind. En Jesús er að kenna okkur hvar hún býr, ekki með stein í hendi, heldur með spegil fyrir framan okkur. Ekki með hjarta nágrannans, heldur okkar eigið. Og kannski er það þess vegna sem þessi texti hefur verið að vinna svona í mér. Ég byrjaði að undirbúa með því að hugsa ég var að fara að flytja predikunum réttan dóm og einhvers staðar á leiðinni fór textin að spyrja mig spurninga. Og hversu oft hef ég séð hálfa sögun og talið mig sjá allt saman. Hversu oft hef ég dæmt eftir ásýnd. Og þá fór ég að sjá að Jesús er ekki bara að kenna mér hvernig ég á að hugsa aðra, hann er að kenna mér hvernig ég á að leyfa sannleikunum að rannsaka mig. Og kannski er það þess vegna sem setningi stendur enn eftir í hjarta mínu, dæmið ekki eftir ásýnd, heldur dæmið réttland og dóm. Ekki vegna þess að hún kenni mér hvernig á að vinna rifrildi, heldur vegna þess að hún kenni mér hvar réttur dómur byrjar. Og kannski byrjar hann ekki þegar ég horfa á aðra, kannski byrjar hann þegar ég leyfi sannleikunum fyrst að horfa á mig. Eins og ég sagði, ég held að ég var að fara með rosa flottan text í pontuna, en þegar uppi staðið held ég að textin sé að fara með mig í pontuna. Og fyrir það er ég þakklátur og við skulum biðja. Faðir, við þökkum við fyrir orð þitt, við þökkum við fyrir þér að það er lifandi, við þökkum við fyrir að afhjúpa okkur ekki til að fordæma okkur, heldur til að leiða okkur nær þér. Herra Jesús, við sjáum að í þessum texta hvernig þú leitaðir ekki eigin heiðus, heldur heiðus föðurins. Við sjáum hvernig þú dæmdir ekki eftir ásýnd, heldur eftir sannleika og miskunn. Og við játum að svo oft eru við fljóta að dæma, fljóta að komast að niðurstöðu, fljóta að halda að við sjáum allt skýrt. Drottinn, gef okkur auðmjúkt hjarta, gef okkur hjarta sem vill heyra áður en það talar, hjarta sem vill skilja áður en það dæmir, hjarta sem elskar sannleikan meira en eigin skoðanir. Og Drottinn, hjálpa okkur að láta Krist vera akkir í hjarta okkar. Þegar vindar kenninga blása, þegar raddir heimsins toga í mismunandi áttir, þegar við finnum fyrir óvissu og ótta, þá varðveittu hjört okkar í þér. Kveikt okkur nýja löngun eftir orði þínu, ekki bara eftir þeirri meiri þekkingu, ekki bara eftir fleiri svörum, heldur eftir þér. Gerðu orð þitt dýrmætt í augum okkar. Láttu okkur koma aftur að ritningunni. Ekki til að finna staðfestingu á því sem við viljum heyra, heldur til að heyra rödd þína. Og þegar orð þitt rannsakar okkur, gefðu okkur þó náð að flýja ekki undan. Þegar við vitum að sá sem rannsakar hjörtun er líka sá sem elskar okkur. Við treystum ekki á eigið réttlæti, við treystum ekki á eigin styrk, við komum bara til þín eins og við erum. Og við viljum þakka þér að jafnvel þegar við höfum ekki haldið fast í þig eins og við hefðum viljað,
þá hefur þú haldið fast í okkur. Amen. Og fyrir það lofum við þig í nafni Jesú. Amen. Samkominni